Við erum að reyna að auka okkar sérhæfingu, það svona markmiðið að sérhæfing skili sér. Til dæmis svo teymi sem við kallum FMB teymi sem stendur fyrir foreldrar meðganga barn. FMB teymið samstarfsverkefni geðsviðs og kvenna- og barnasviðs og sinnir ófrískum konum og unga börnum og foreldrum þeirra upp að 1 árs aldri. Það er að segja foreldrum sem hafa við geðrænan vanda að stríða eða fíknivanda eða svona áhyggjur af tengslavanda. Og það sem við höfum reynt að gera, við höfum reynt að einbeita okkur að hópnum sem hvað verst settur og það eru svona það bil 5% fæðandi kvenna á Íslandi. Það eru cirka bara 230 beiðnir á ári og við reynum að forma meðferðin okkar svolítið vel. Þetta hópur sem oft svolítið veikur fyrir, hefur kannski ekki haft mikla festu í lífinu. Fólk sem að glíma með alvarlega geðsjúkdóma, jafnvel fíknivanda nema hvort ekki sé. Lítil börn geta ekki labbað út úr herbergi og lokað eftir sér, þau eru bara einhvern veginn föst inni. Þannig ef að samskipti foreldra eru slæm, ef að mamma illa fyrir kolluð, þunglynd eða jafnvel með alvarlegri veikindi, að þá auðvitað mjög mikilvægt að barnið fái einhvers staðar rödd til þess að geta svona tjáð sína mögulegu líðan og við reynum bara svolítið að lyfta því upp og hjálpa mömmu og pappa að geta í það hvað ætli sé að gerast í þessum litla kolli. Við sjáum náttúrulega að barn til dæmis fyrir að blómstra upp, fyrir að brosa, fyrir að vera meiri í samskiptum. En ég vil segja að það leitað til okkar víða af landinu. Það er svolítið átak í heilsugæslunni eins og og það verið að reyna að mennta heilsugæslunni upp og búið að gera samstarfssamning við miðstöð foreldra og barna sem að fer inn í heilsugæsluna og kemur málstofnum áfram þannig að við erum bara bjartsýn á það að við getum þjónusta líka byggðirna sem eru hvað lengst í burtu. Annað nýsköpunarverkefni sem ég get nefnt nýstofnuð batamiðstöð sem inn á Kleppsspítala. Það er verkefni sem við settum af stað eftir að hafa fengið glæsilegan styrk frá Vásíklaþón. Og þessi styrkur hefur svolítið verið eyrnamerktur fyrir hreyfingu. Þannig að hreyfing svolítið veigamikil þáttur í þessari batamiðstöð. Þetta var vannýtt hús sem við stukkum á tækifæri til þess að nýta í þetta flotta projekt. Nú fer alltaf fullt með það að gera þetta klárt og við erum þegar byrjuð og vonir standa til að hér verði komin að stað starfsemi bara í byrjun næsta árs. Við viljum auðvitað höfða til sem flestra, hérna erum við með mjög ólíkt fólk af alls konar kaliber, þannig að þetta er ekki einungis hreyfing en svona dæmi það sem í boði. Við erum með fótboltaliðina og badmintonhópa, líkansrækt og ævintýrahópa. En svo erum við líka með sjálfstyrkjandi hópa og teiknihópa. Reyna að bjóða bara upp á þessum flottastan pakka svo að allir geti fundið eitthvað fyrir sitt hæfi. Þetta sé einstaklingsmiðað og fólk hafi alltaf val 2 ólíkar eða 3 ólíkar leiðir til þess að fara. Við viljum náttúrulega trúa því að það að vera virkur, það auki lífsgæði fólks og þetta kannski sá hópur sem hefur kannski þurft mikið á því að halda og erfitt með að sýna frumkvæði og bara einhvern veginn skella sér út í þau úrræði sem eru í lífinu. Við viljum kannski líta svolítið á þetta sem brú út í samfélagið og tengja það við önnur úrræði. Þannig að við ætlum að byrja hérna á Kleppi og svo vonandi nær þetta að vaksa bara lengra og lengra út á geðsvið og kannski lengra. Fólk utan að bæði tilbúið að leggja okkur lið eins og hlutverkasettur hefur verið að leggja okkur lið hérna núna og við vorum hérna með úrræði áður bataskólan og það var svo mikill áhuga því út í bæ að við erum hreinlega bara að gefa það frá okkur og þannig að þetta svona kerfislegt og miðlægt fyrir bara heilbrigðisþjónustu og samfelli í þessu öllu þá virðist þetta skipta gríðarlegu máli.